Pétur, Íslandsmeistari 2023. Íslandsmeistari! Þetta að heyra þetta. Bara sturlað sko, ég svona ennþá að reyna að átta mig á þessu. Ég er búinn að róa mig töluvert niður hérna núna, ég er búinn að fara í svo mikið af viðtölum og eitthvað. Ég bara á engin orð til að lýsa þessu og bara gífurlega stoltur af öllum sem komu að þessu. Hvernig var að spila hennar leik 5, Crawford Tours, þvílík spenna allan leikinn? Gjörsamlega sturlað og bara takk fyrir allir þessum sem nefndu að koma í alla þessa leiki, takk fyrir Valsara, fyrir umgjörðina og alltaf hann háaði í lokinn sem skapaði sem þegar Kísjón var að sökka þessum vítum niður og bara ég gæti ekki verið stoltari af öllum sem koma að þessu. Er ísi æðunum á Kísjón eða hvernig virkar? Mér sýnist það, maðurinn, sko, ég var held ég töluvert meira stressaður en hann og það sé ekki líka því að hann var inn í aksjóninu en ég og Arnar vorum hérna bara að tala saman bara let's go hérna, koma svo og hann hafi sökt öllum þessum vítum og bara sturlað þessu, skeggjað. Þetta hafðist ekki ár, þetta búið að vera langt frá hjá Tindastóli. Hvað er öðruvísi í ár? Ég veit ekki hvað þetta er að segja. Ætli það sé ekki bara umgjörðin að fá að dóma sig inn í þetta sem þetta loka púst. Kísjón mætir hérna í staðan fyrir JB, gerir sitt og bara hópurinn einhvern veginn bara smellu saman og vorum ógeðslega nálægt í fyrra og bara þetta eru þessi litli hlutir eins og núna bara ég minna fáum þessa villu og hann setur 3 stig. Já, bara ég veit ekki, bara ég get ekki verið eitthvað fagmannlegur en það ég er bara einhvern veginn, já, ég er með einhverjum móki hérna. Mér langar að koma að sinna á varnarleikinn á þér, persónulega fyrst mér og að spila frábæra vörn. Er þetta eitthvað sem hefur breyst á undanvörni eða er þetta alltaf verið svona? Ég held að þetta hafi alltaf verið svona þannig en ég meina, ég er kannski ekki bestur akkurat alltaf á boltan. Ég er bestur svona aðeins fyrir aftan og lesa og reyna aðeins að pönkast í mönnum, gerði það vel í dag sem betur fer og takk fyrir þetta og bara, já, náði að gera vel í það að skipta út á Kára og Pablo og var fínna eitthvað að vera skuggi fyrir bakvið og já, ég veit ekki, þetta var bara mjög gott í dag. Hápunktur á ferlinum? Já, ég held það klárlega og næstu dagar verða það örugglega bara. Hefur einhvern tímann bara á síðustu árum íhugað að fara eitthvað annað frá Tindastóli? Nei, það hefur ekki komið upp til tals lengi. Það var fyrir mörgum árum en ekki neitt og er ekki að fara að gerast á næstu. Hvernig á fagn í kvöld? Og bara næstu vikur? Það er bara mjög góð spurning. Ég er að fara að heyra í einhverjum partí skipuleggjurum hérna og bara rock on hérna. Takk.